Já, velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinu klukkan 8. Þá var það sagði fréttir hjá mér María Lilja og Sigurjón Magnús. Við ætlum aðeins að bara, kannski eru einhverjir sem hafa verið að hlusta á Kastljósið. Við talum við foreldra 10 ára drengs í Hafnarfirði. Það hérna við erum með skuggamynd. Þau kom ekki undir nafni. Það var mjög yfirvegað viðtal. Já, ótrúlegt einhvern veginn hvað það eitthvað heilstift fólk. Og ég hjó eftir því og svona öllu efni og öllu sem frá þeim hefur komið þá eru þau einhvern veginn mæta þess að mikil yfirvegun og hann mjög heppinn þessi drengur að hafa stuðningi í og baklandi í þessum foreldrum. Já, veitir ekki af, þetta mikið áfall sem hann verður fyrir. Já, það kom fram að gerandinn var fyrir vinnufélagi mömmu stráksins, sko, þetta. Og þetta gríðarlegt áfall fyrir fólk að verða fyrir svona innrás inn á heimilið og inn í þau nefndu það nú, inn í rúm drengsins. Það bara fólk sem að verður fyrir því að brotist inn hjá því verður fyrir lengi að jafna sig. Þetta náttúrulega svo margfalt meira. Herðu, en þetta var áhugavert og mikilvægt fyrir samfélagið að þau gefi sig fram og segi. Já, þau biðluðu til fólks að vera ekki með svona stórar og miklar yfirlýsingar varðandi þetta mál. Þetta hengjan og skjótan og það allt saman. Og sögðu einmitt það sem svo satt að þetta hjálpar drengnum þeirra ekkert. Það eykur bara á vanlíðan hans ef eitthvað og hjálpar ekki þeim sjálfum og bara í rauninni engum í samfélaginu. Mér fannst þetta mjög fallegt af þeim að svona hafa þetta, En það gott að þau stíga fram og segja frá. Þetta það sem að Ríkisútvarpið og Kastljós með að gera. Þetta svona eins og lítill þjóðfundur. Við skulum vinda okkur í pólitíkina. Það verður hasar í mörgum flokkum í tengslum við borgarstjórnarkosningarnar. Það verður hasar í Samfylkingunni. Ég veit ekki hvort það verið hasar í Viðreisn, það verður svona valinn í leiðtogi. Ég held að verið hasar hjá Pírötum og víðar. En mestur hasinn verður í Sjálfstæðisflokknum. Og hér frétt það, hittnar undir feldi Guðlaugs að hann búinn að liggja undir feldi núna í marga mánuði. Hann var nú fyrir einhverju löngu síðan í okkur og við vorum að spyrja hann að þessu. Hann vildi ekki svara. Nei. Hann er soðinn undir þessum feldi. Já, ég held það. Sko, má ég spá? Það fer ekki fram. Heldur ekki? Nei, ég held að hann getur eiginlega ekki farið fram nema sig algjörlega vissum að hann muni vinna og hann getur ekki verið vissum að hann vinni. Þannig hann getur ekki tekið þessu ákvörðun. Hann vill fá að vita það, nægir þessu eða ekki og ég held að það sé bara ekki í kortunum, hann getur ekki lesið það. Ég geti ímyndað ykkur líka bara hversu reiðarslagi fyrir Guðlaug Þór bara sem stjórnmálamanni ef hann yrði hafnað enn einu sinni. Hann er náttúrulega unnið marga sigra, hann hefur unnið keppni einmitt í Reykjavík að vera efstur í Reykjavík, hann hefur líka tapað þar en hann hefur risið upp aftur og unnið þannig að í sjálfum sér hefur hann alveg möguleikann á þessu en ég held bara að hann sé orðinn og gamall og hann er ómikill útleið að hann hefur ekki nógu mikið með sér til þess að fá sitt fólk til þess að Hann er nú sagður hafa svona hulduðir. Jú, en ég segi þá þarf að hafa hann alveg í hörkustuði síðast þegar hann vann Áslaugu Örnu naumt þegar hann hélt ræðuna þegar hafa reynt að fella okkur og aftur Manstu ekki eftir ræðuna, það var nú svona mjög rámur og spilaði ykkur, hafði sendið þetta á vefinn. Það sem að kom í ljós hvað þetta er hatrum baráttu þarna á milli. Þá vann hann Áslaugu Örnu, en ég er ekki viss að geta endurtekið það núna á móti Hildi. Nei. En ég veit ekki neitt. Nei. Ég er að því að flokkun er í svolítið vanda, hann er í forystu vanda. Sjálfstæðisflokkurinn, það er bara til stengum og kannski með formanninn? Já, og varaformanninn. Þetta er ekki góð samloka, Nei, en þá geti Guðlaugur beðið og boðið sig fram á næsta landsfundi. Já, þess vegna. Og farið frá að það hefðu átt að kjósa mig þegar ég bauð mig fram á móti Bjarna. En er hann bara ekki, getur hann ekki verið það klókur að hann fara bara að mynda meirihluta fyrirfram, Mynda meirihluta? Í borginni. Það er svolítið erfitt, þú verður að telja við kossunum fyrst. Já, þú veist nokkurn veginn, Hvað er fyrst síðan? Hvað heldur að Framsókn þetta meina bara svona starfhæfan? Já, ég ætla að færi oddvita sæti í Sjálfstæðisflokknum. Já, einmitt. Kemur þú ekki með mér þegar við erum búin, Framsókn og Viðreisn og... Það verður búið til svona blá blokk. Já.
Ég veit ekki, sko það eina sem ég held að geti bjargað Sjálfstæðisflokknum í borginni, það er svona mín tilfinning, er að þau tefli fram nýju fólki. Það vantar svolítið Hildur er eiginlega eina nýja, annars hafa verið að sækja Íþór Arnalds og Selfoss, Halldór til Ísafjarðar, eins og Björn Bjarnason. Þetta er það daginn. Já, ég gleymi aldrei kosningasjónvarpinu milli hans og Ingibjörgar Sólrúnar, það var bara, hún væri svo miklu stuði. Og svo sóttu þau Markus Örn upp í útvarp, ég held að hann hafa bauðnum svo aldrei fram. Nei. Það var alveg ljóst að hann átti ekkert erindi í það. Já, hann, sko, þegar Davíð fer. Hann sótti þá, þá kemur Markus Örn í svona sem leiðtoginn. Þannig þetta með að sækja svona gamla kallinn hefur ekki reynst það vel. Það hefur ekki reynst það vel, en það er það sem ég er að meina, þau ættu kannski að sækja sér ungt fólk. Ég meina það er mikil gróska á TikTok á meðal súsara sem að sæja sundur bíla og einmitt. Ég meina af hverju ekki þann unga mann, hann er bara mælskur og flott að ræði þegar hann var að kynna Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Hann er smá svona Mílei varð forseti Argentínu með svona vélsög, þannig að hann geti kannski orðið með slípirokkinn. Já, ég held að það vanti nefnilega þetta, sko. Ég held að þetta vinnir svolítið með miðflokknum eins og með Snorra Másson, hann er svona ungur og ferskur. Ég ætla að taka fram ef einhver sjálfstæðismenn er að hlusta að hvorki María með Sigurjón eru sjálfstæðisflokkur og ekki ráð ykkur heilt. Jú, raunverulega. Manni með slípirokkinn, ok. Herðu, það tengist að þið verum að tala um þetta er nú kannski ekki svona þriðjastæsta fréttin en Guðmundur Ingi í afstöðu hann ætlar að vil fá þriðjastæti á lista Samfylkingarinnar. Þetta verður svona og það verður núna næstu vikur að þá verður margir bjóða sig fram í hitt og þetta. Já, ég er mjög hrifin af Guðmund Inga og því sem hann gerir þannig að það er bara frábært, það bendir allt til þess að hann komst inn í allavega og samstöðun er aldrei fyrir þetta fólk. Hann fór í prófkjör eða val, ég man ekki hvað það héti á Samfylkingunni síðast, hann fekk ekkert sérstakt brautargengi þar. Það er ekki endilega víst að þú sett góður í því svo að gera og njóti fylgis að þú þarft að vera í réttu hópunum inn í flokknum. Já, það er rétt og Samfylkingin það eru margar klíkur í Samfylkingunni. Ég held að það sé ekki Svo er hann svo góður í því sem hann er að gera, það ekki? Jú. En hann getur unnið á mótunum. Hann getur svo sem haldið því áfram út þessi borgarfulltrúar og það eru bara betra að fólk hafi eitthvað annað fyrir stafni. Herðu, það er ennþá verið að velkjast í heimspressunni hvað á að gera við þetta plan og hvort það eigi að taka mark á þessu, það er eiginlega komið tóninn í það og það er þannig nú verið að segja að Trump sé einangur sig frá þessu, hann er að sendir menni til Steve Witkoff sem hefur nú verið í þessu máli fyrir hann sem er fasteignabraskari frá New Jersey held ég og ég held að Jared Kushner tengdasonur að segja að fara með þannig að það er ekki verið að senda menn úr utanríkisráðuneytinu og ekki menn sem að hafa eitthvað svona formlegt hlutverk í Bandaríkjastjórn. Nei, bara vinir. Og þeir tala þarna við, hvað heitir hann, Kirill Dimitriev sem að tala að þeir hafi svo þetta saman, það vil ekki kannast lengur við þessa 28 punkta að þetta hafi verið samið bara ég held að minn væri til í að samþykkja þetta heldur að þinn væri til í að samþykkja þetta svona aðstoðumenn á einhverjum hótelbar stundum er að gera grína því að það hafi verið skrifað á servéttu, ég ætla ekki að halda því fram. En hann talaði Trump, ég talaði þetta að þetta hefði verið, hann talaði af þeim 8 stríðum sem hann hefði stöðvað þá væri þetta erfiðasta. Það erfiðasta. Herðu, hann vill gera þetta, hann vill friðarverðlaunin. Því miður er ekki með frétt frá Bloomberg en það var Bloomberg sem lag þessu eða kom með frétt af því að það var upptaka frá Witkoff þar sem hann er að ráðleggja Kranberg hvernig að tala við Trump til þess að fá sínu fram. Þið verður að vera svolítið uppbít og svona það þýðir ekki að vera að draga fram eitthvað hvað er heldur verður að horfa svolítið fram á lausninnar og fleira, hann kaupi það kallinu eitthvað svoleiðis, þannig að Witkoff er að ráðleggja Kranbergum og það svona ítir undir það að menn er að telja að þetta hafi verið samið af Rússum, mér finnst það ekki trúlegt, mér finnst það miklu trúlegri saga raunverulega þannig að Rússar hefðu ekki samþykkt þessar 28 punkta því að þeir telja sig bara hafa ekki neina að tapa lögum þetta rétt að taka þeir þurfa eiginlega að fá svo góðan díl til þess að hætta þeir telja sig verið að hafa vísan sigur á vígvellinum þannig að þeir þurfa eiginlega að fá miklu betri díl af hennan sem gekk fram að fólki
En þetta svona víða í blöðunum, hérna svona skoðanagrein eða svona leiðaragrein í Aftenposten. Það sem að hérna engin eiginlega í bandarísku ríkisstjórnin sem hringir viðvörunarbjöllu því að þetta komið út í algjör af vitleysu. Og þarna hann Witkoff á myndinni, þetta eru gamlir fasteignabraskarar og það gengur svolítið fram að mönnum að þarna svo augljóst að það ekkert í þessum punktum sem að bendi til þess að þarna sé gert að mönnum sem hafa ykkur raunverulega þekkingu á málinu og að velta fyrir sig. Og enga svona kannski alþjóðlega reynslu og að takast á svona stóru mál. Nei. En það reyndar má benda á það að Gaza-samningur var nákvæmlega eins og hann flaut í gegn og það að allir Evrópuleiðtogarnir skutu brakettu og þetta var samþykkt í öryggisráðinu á alveg nákvæmlega jafn vitlaust og langt frá því að snerta á raunverulegum meinum sem að liggja á bakvið átökin. Hérna frétt frá New York Times það sem að segja, það sem að hangir yfir þessu það sko hvað það sem að Putin hérna getur samþykkt og þið sjáu þarna í textan sem að fylgir að þarna gengi út frá því og þetta nú bara eins mikil meginstraumsmiðill og hægt að Rússar séu með það góða stöð á vígvellinum að Putin þurfa að fá eiginlega. Sko, niðurstaðan af þessu sem þú búin að segja það ekki vera á björnsýn. Nei, ég held að það sé. Ég og Hilmar Þór vorum að reyna að tala okkur í gegnum en hann graut allan saman í gær og það var eiginlega niðurstaðan að langlíklegast að stríðið bara haldi áfram og öllu líkindum munu Rússar bæta landsvæðum. Það mjög erfitt fyrir Úkraínumenn að verjast og það ekkert vonan inn á góðum tíðundu þar. Ég reyndar með frétt frá Al Jazeera sem að það harðnar átökin á vígvellinum og það ekki bara það að Rússar séu að sækja fram, heldur eru Úkraínumenn að skjóta inn á borgir sem eru sko hinum megin við Svartahafið. Þannig að það líka eitt sem að ef þú tala gott ef maður er bjartsýn eða ekki, að það er náttúrulega hryllilegt að þetta stríð haldi áfram því að líkurnar á því að stigmagnist og brjótist út eitthvað ennþá meiri hryllingur, hann vofir yfir okkur. Og það óttast Evrópa. Ég meðvist og Evrópuleiðtogarnir tala ekki þannig að þeir eru til í að senda hermenn á vígvöllinn til að hafa viðnám við hinnum. En það til þess að auka líkurnar. Hvað heldur að gerist hvernig heldur að Rússar bregðist við ef að fari franskir hermenn á vígvöllinn? Þá náttúrulega gera þeir eitthvað í Frakklandi. Bombera þeir Frakkland? Eða gera eitthvað. Þannig spinnst þetta upp sko. Og mér finnst þér reyndar núna til dæmis að svona tónnin í Austur-Evrópu vera frekar varkarari sko. Mér finnst að þeir sem svona lengra í burtu séu núna þessa dagana herskári. Hérna Kýv-pósturinn, kænugarspósturinn. Það fór út á götu og eins og við gerum stundum, eins og þú gerir stundum, Marja. Það reyndar byrjar þessi frétt á því að það tala við hermenn sem hafa verið. Sem hafa verið hernum síðan löngu fyrir innrás 2018. Hann sagði það að það kemur skipunum að hörfa frá Donbass og skilja að gefa Rússum eftir, hann myndi ekki líða. Hann myndi alltaf áfram að berjast, segir hann. Síðan talað við fólk sem í kænugarði sem náttúrulega langt frá vígvellinu. Og það er samt skotið þangað, sko. Það er fólk orðið mjög þreytt á þessu og þar verið að spurja eigum við að gefa eitthvað eftir til þess að fá frið og það voru eiginlega allir viðmælendurnir á því, bæði ungir og gamlir en þeir segja ekki nákvæmlega hvað það er að við til í að gefa eftir Krím eða eitthvað, það ekki þannig en þeir segja bara að staðan er slæm og það er náttúrulega bara í takt við það sem að Zelenský sagði sjálfur að staðan er slæm og ef að koma ykkur lausn að þessu þá verðum við líklega að gefa ykkur eftir en Rússarnir verða að gera það líka og það var svona tónnin í þessu sem ég held allir viti að er umverulega staðan. Það eru skoðanakannanir sem komið fram bara í sumar sem að sögðu að svona 2/3 hlutar Úkraínumanna vildu semja frið. Það voru bara 25% eða svona fjórðungur sem var á því að eitt að halda stríðinu áfram. Og það er við höfum alltaf vitað þetta að svona þessi eindregni stuðningur að við verðum að sigra á vígvellinum. Þú þarft eiginlega að fara mjög langt frá Úkraínu til þess að finna fólk sem að segja það kannski í íslensku Facebook eða eitthvað. Sem ekki höfð til viðmiðunar hér og þar í veröldinni. Aðeins að þið voru með Trump. New York Times var með úttekt á heilsu hans.
Þetta nú oft búið að vera, þið kannast við þetta. Menn að lesa í eitthvað mar sem hann með á handabakinu og hann sofnaði á einum fundi. Ég horfði á hann á svona fréttafundi þar sem hann var að tala langur fundur og þegar aðri fengu orðið þá get ég svarið að hann var á dottandi á fundinum. Hann var bara eins og Tommy Já, mikið Tommy sem sofnaði í þing. Já, það geta allir sofnaði við því. En þarna hefur verið að segja það er búið að skera niður alla dagskrana hjá honum, hún bara frá hádegi til 5, hann dugar ekki lengur enn í 5 tíma sem hægt að sýna hann, en annars bara breytið tilbaka og þetta New York Times sem að geta sér til það. Hann náttúrulega orðinn 79 ára gamall. Já. Og ég meina heilsa manna getur hörna hratt á þessu tíma menn þykjast vera ráð í það að þarna megi merkja eitthvað svona rugl í honum en hann náttúrulega ekki með eðlilega tjáningu þannig að hann að segja sömu hlutina aftur og aftur þannig að ég veit ekki hvað í þessu en hann samt held ég 4 árum yngri en Ringo. Já, en Ringo ekki í að reyna að koma friði í Úkraínu og fleira. Nei, hann er allstaðar með písmerki. Já, en Trump þarf að gera meira, hann þarf að sitja á fundi, þetta sagt að hann hlust ekki á aðra, hann lesi ekkert, þannig að ég veit ekki hvað hann en það kort sem að heilsa hans fyrir hakandi, sem ekki má vel vera, eða ekki, að þá munum við lesa þessar fréttir. Það sem að menn að geta sér þetta til. Þannig að þó þú sjáir þessa frétt í New York Times þá ertu lengur nær. Þetta getur vel verið bara einhverjar óskikja og getsagnir að það er margir í Bandaríkjunum sem að helst vilja bara Trump hrökkva upp af með allri virðingu fyrir hans mannslífi og fleira. Það væri bara það var ágætt að losna við hann. Eða óhæfur til að gegna þessu. Já, eða myndi bara taka sang sína saman og ganga burt. Þetta verkefni sem hann hefði aldrei átt að koma nálægt, sko. Herru, þá fyrir við til Íslands. Það eru átök sem að muni verða fiskeldi og sjókvíeldi og það hafi verið lengi og þetta frétta sem að ráðherrann að segja, hún spurði því, nú bara almenningu vill þetta ekki, það bara kannanir sem sýna það og meðan hann að 70% af kjósendum þínum vilja þetta ekki og þá segir hún að þetta bara hvati til þess að gera betur. Hvað finnst ykkur þessa yfirlýsingu? Ég veit að það komið upp og slið sem að víktundi neikvæð í mín það ástæðan fyrir því að almenningu vill þetta ekki en hún segir að það bara gott að almenningu vill þetta ekki því að þá verður það hvati fyrir okkur að gera betur. Er þetta boðlegt? Nei, þetta er alls ekki langt frá því boðlegt. Þessi afstæð hennar? Nei, Björn Þorláksson með Jóhannes Sturluson laxa kvíslari hann kemur á eftir og hann held ég að sé bara á háa sínu yfir það að veita leyfi mjóa fyrir og ég veit að það eru bara margir í því og mér finnst að það ekki tekið eftir það er að koma fram núna í sjókvíeldi, þetta nákvæmlega sama stefna á síðasta ríkisstjórn. Útlendingamálum nákvæmlega sama stefnu í síðasta ríkisstjórn. Mér finnst bara margt harðara. Nákvæmlega sama stefnu í síðasta ríkisstjórn. Hvað breyttist eiginlega við þessa ríkisstjórn? Ég veit allavega ansi marga aktivista sem að óskar hreinlega svona eftir því að fá bara Guðrúnu Hafsteinsdóttur aftur í dómsmálaráðuneytið og jafnvel Sigríði Andersen sko. Þetta er harðlínu fólk. Það var einn sem að hugsaði það en hann orðaði það ekki. Hann hætti við að segja það. Herðu, en við skulum halda okkur í slórinu svo sagt við ræddum aðeins útflutning sem að aukast en hefur verið mjög mikill, fleiri þúsundir tonna sem eru fluttar á óunnum fiski út á land og unnin í útlöndum. Það er Gunnar Örlygsson sem satt á Alþingi með sem hann spyr hvort Íslendingar eigi að vera full vinnslu þjóð eða ráefni skaffari fyrir fiskvinnslu í Evrópu og þetta held ég sé eitthvað sem við þurfum að fara aðtúa. Við hljótum að geta sett einhver höft á útflutning á óunni fiski. Þú getur að skildum að landa hér og verið unnið hér. Útgerðin er alltaf í skjóli þess að þeir láta eins og það sé útflutningur á fersku fiski og þann sé verðmætastur. En það er bara örlítið brot af þessum fiski sem fluttur út á óunin. Það langmest fer í vinnslu á austurströnd Englands, í Póllandi, og eitthvað staðar í austur Þýskalandi. Það er að rúnda með fiskinn okkar
bara hing og þangað Evrópu og í stað þess að vinna þetta hér. Mér finnst bara að þeir sem hafa rétt til að veiða úr sameiginlegum stofnum okkar, að þeim beri bara skylda til að huga því sem við erum að gera hérna. Hitt annað að það einhvers staðar kemur hjá okkur eftirberðseldi svona tekjusamdráttur hjá útgerðinni. Það bara næsta frétt, 45% minni hagnaður í sjávarútvegi. Já, og hvar þessi 55%? Þeir skaffa svolítið verðið sjálfir, Já, þeir veiða fiskinn og þeir kaupa hann og þeir selja. Það vigtan mér svo sjálfur. Já. Og hvað mikið ísálag og hlera, þetta mjög skrítið allt saman. En þeir eru kaupendurnir úti, Þannig þeir geta stilt í hvort að hagnaður komið fram hér. Sem 100 króna virði, Þeir stjórna hvort að hagnaður komið fram hér í útgerðinni eða í fiskvinnslunni hér eða í sölufyrirtækinu erlendis eða hvaðan kemur. Þetta bara eitthvað sem við verðum að fá svör við. Já. Það gengur ekki, þarna var 45% minni hagnaður en gengur vel hjá Brím. Já. Með uppsjávarafli. Já. Ég held að ég hef að þessi maður, Guðmundur Kristjánsson, færi seint í grátkórin. Nei. Hann alltaf bara svona brosandi þegar hann tala fjölmiðlega. Já. Hann samt svona talar hann svolítið eins og sagt á innsóinu svona, hann svona meina hlutir svo mikið, hann talar svona innsóinu, hún mikið niðri fyrir. Já, mjög mikið niðri fyrir. Já, ég seti með honum inn í svona fundarherbygginu eins og þegar hann var að útskýra að fiskurinn ætti sér sjálfur, það er alveg frábær datiði, Já, skemmt aðrið, hann hægt að banda hann víst á Þorrablót og hlera að vera með þessa ræðu að fiskurinn eigi sér sjálfur, þetta er mjög skemmtilegt, fólk læri yfir þessu. Herðu, en frétt frá MBL, fá ríkistyrk frá stofnanda Walmart, er það merkilegt? Já, þetta er það. Þetta er íslenski sjávarklasinn sem að fá stóra styrk, hún vill ekki segja okkur hversu mikið þau fá, en þessi stóri sjóður áhugur að styrkja íslenska sjávarklasan vegna þeirra viðleitni þar, ekki viðleitni, heldur þess sem þau eru að gera, að ná 100% nýting út af fiskinum. Þannig að fiskurinn sjálfur, kjötið, það kannski bara 30-40% af virði fisksins. Þetta er róð og bein. Verður þetta selt í Walmart svo? Allar þessi afurðir? Nei, þetta er svona eins og kerasík og fleira, það er verið að vinna alls konar efni út úr þessu. Já. Og ég er með eitthvað sem ég fæ stundum og ég nota eitthvað þorskróði til þess að laga eitthvað sem hleypur upp í húðuna mér. Já. Nei, þau stefna þessu að ná 100% nýting út úr hverjum fiski og það þykir stórum og öflugum sjóðum út í heimi, bara býsna merkilegt og bara endilega náðu þessu markmiði. Og þeir líklega vilja fá eitthvað fyrir sinn snúð, þeir eru ekki bara að gefa þetta. Þetta er styrkur. Nú veldi ég reynda fyrir mér hvernig fer fyrir laxeldislaxinum í þessu samhengi, hversu mikið er nýtt af honum? Það er örglega ekki nema bara kjötið. Það er allur úr landi. Ég var að segja frá því dag. Það er ekki sett í flökum og svona líka. Er það ekki flagga hér? Er þetta bara slátra? Þetta komið úr öllum búðum, svona eldislax. Það er fyrirtæki í Tálknafirði. Það sem eitthvað mesta sjókvíum allt í kring. Og þeir að súta laxaróð, eða laxaleður, og Puma, Nike, annað, heldur Puma, þeir hafa keypt að þeim og þeir byrjar að framleiða skó úr þessu. Býtu við, en svo vitlaust er þetta að þeir þurfa að kaupa laxaróðið í Danmörku og flytja það á móti skipun sem er að fara út með allan laxinn. Af því að hann þetta ekki unnin hérna? Nei, allt er ekki unnin hér, já. Einmitt. Og það er ekki... Þú setur líka reglum það að vera að vinna laxinn hérna heima. Nei, já... Já, við ætlum að vera aðeins svona borð. Já, mér finnst þetta alveg fáránlegt að það sé ekki hægt að sjá af nokkrum fiskum sem er svo selt bara róðlust í búðum eða eitthvað. Í laxasúpum eða eitthvað, ég veit ekki það, en bara mér finnst þetta svo sér þetta fyrir alveg fleiri tonna laxi og svo bara nokkur róð hérna og sér skipi bara þeir mætast Herðu, heimildin þetta er næstu í slórinu líka, heimildin var að líklega myndi ég segja að finna að því að blaðamenn, það eru uppbyggs blaðamenn sem eru með þjóðmál hlaðvarp
Það er allt fyrirverandi blaðamenn og núverandi blaðamenn Morgunblaðsins sem eru þarna. Nema hann er hérna líka innherji hérna líka. Sem er á Vísi. Og þeir verðlaunuðu Þorstein Má og heimildin er svolítið, ég hún ekki svolítið hæðast að þessu. Ég held að þeir hafi bara verðlaunað fyrir að vera gert mikið gagn í íslensku samfélagi. Hann gæti orðið fengið ákæru að búið að skila inn öllum gögnum, þannig að hann gæti fara að fá ákæru í Samherjamálinu. En heiðursgestur var Hannes Hólmsteinn. Nei, nú þetta hljómar þess að æðislegt. Þannig í því samhengi hvar lastu þetta? Heimasíðu, Facebook síðu Hannesar Hólmsteins. Ég get líka sagt ykkur að laxeldisfyrirtækið Laxey í Vestmannaeyjum var valið bjartasta vonin. Já, það er landeldi. Það er landeldi, það er ekki með sjókvíar. Og það er í þetta fyrirtæki. Vitna ég bara í sjálfa Facebook, Hannes Hólmsteinn Gissurason skrifar, við Þorsteinn Már Baldursson á hátíðarkvöldi Þjóðmála. Við eigum það sameiginlegt að vera ekki fyrir neðan öfundina, sagði hann. En hann hefur kemur fram að hann hefur verið, hérna er önnur mynd á honum, þar sem hann er að segja, ég var heiðursgestur í ár og Bjarni Benediktsson í fyrra. Já. Þannig að þetta kemur kannski... Getum við aðeins staldra líka við þá og ok, Þorsteinn Már í Hvalasafninu, það var þar, já. Þetta er einhvern veginn svona, þetta er eitthvað svo Hvað er þetta ekki bara einhverju kallar í svona klæða sig upp og setja sig slaufu og vera að velja með hvern annan og skála við hvern annan? Gísli Freyr Valdursson er sá sem á þetta. Það var mynd á MBL af þessu og það var reyndar ein kona á myndinni, annars var þetta bara einhverju kallaklúbur. Var hún svart og hvíti líka? Nei, hún fékk held ég hafi tengst einhverju með þessum sem voru að fá verðlaun, gott ef það var ekki einmitt laxeldisfyrirtækið í Vestmannaeyjum, annars voru það bara kallar. Og allir er búin að glæða þessu upp og er að skála og er að skemmta sér og ég finnst þeir bara, þeir gera ekki skada af sér á meðan allavega. Nei, þeim er svo sem klappa hvorum öðrum á bakið. Hérna er frétt úr brasilísku miðlunum. Bolsonaro, hann var dæmdur í, hvað það var ekki, 27 ára fangelsi. Og hann var handtekinn. Hann var, reyndi að kveikja, þetta er svo ótrúlegt að ég get ekki trúa þessu en ég er að segja þetta. En hann var í stofufangelsi með ökklaband og hann reyndi að kveikja í því. Og sjálfur sér leiðtóður. Já, allavega þeir komu askvaðandi, þeir sáu strax að það var eitthvað að og þá var hann handtekinn og þá var tekin ákvörðun af ég held að það verið bara Hæstiréttur sem ákvaða að fyrst hann lætur svona þá bara fer hann beint inn og hann er líklega komin inn í fangelsi núna. Og það er semst ekkert stofangilsi núna? Nei, hann sagðist það var einhvern veginn bara mist vitið og ekki vita hvað hann var að gera, hann reyndi að verja sig þannig en þeir lustu ekki á hann og sett hann inn. Það sem eru með svona gamla stjórnmálamenn þá Sarkozy sem var dæmdur í fangelsi og átt að sitja í 4 ár, sleppt út eftir 20 daga, ætlar að skrifa bók um það. Við erum síðan í fangelsinu í 20 daga. Þetta frétta yfirleitt er orðið svolítið svona karlar sem líta ansi stórt á sig. Hann er búinn að gera, það er eitthvað sem að gera samningu þannig að skrifa bókina, en hann var sem dæmdur í morgun. Aftur í einsásfangelsi fyrir þessi kosningasjóður hans 2012 að hann er tómt svik og svínari. Hann seldi greiða, það má ekki. Hérna er frétt úr Viðskiptablaðinu, mun ekki slaka á raunvaxtastigi. Þetta er Alexander Jóhannesson Hjálmarsson sem er eiginlega að segja það sem endur segja það bara það sem Seðlabankinn hefur sagt að þetta okurvaxtastig sem Seðlabankinn heldur, þannig hann er með raunvexti stýrivaxta Seðlabankans upp á rúm 3% sem að þýðir það að venjulegt fólk er kannski að borga 5-6% raunvexti á húsnæðisláninu og með yfirdrátt og þá er þetta kannski að borga 10-11-12% í raunvexti, þetta er bara ekki algjör geðviki. Og þessi maður er bara að benda það að svona verður þetta út næsta ár og langt fram á næsta því að þeir segjast ekki ætla að slaka á raunvaxtastiginu, þetta talið það að vera eðlilegt, þangað til að þeir búið að koma verðbólgunni niður fyrir 2,5%. Þetta er sem sagt bara með ofbeldi. Þeir kunningar leið heldur að þetta líðast á þeim sem minnst. Ég skil ekki okkur, menn er ekki að tala um þetta til þess að niður á þingi meira. Af því að þetta er svo óréttlátt aðferð sem er verið að nota. Þetta bitnar náttúrulega fyrst og fremst á þeim sem er skulda og þeir sem eiga lítið og þeir sem eru að ýta undir þensluna sem eiga mikið og eitthvað svona, þeir sigla algjörlega fram í þessu. Þannig að það er alltaf verið að berja bakara í vonum að smiðurinn hætti að eyða.
Já, það alveg augljóst, þetta bara vont mál. Hagstofa var með fréttir atvinnuleysi, það 4,4% í október, ég sett inn þarna október í fyrra. Því sjáum við að atvinnuleysi á konum orðið 5,9%, var 3,4% í fyrra, þannig að þetta hækkun 2,5% stig. Alls var 2,9 í fyrra, en núna 4,4, þannig að það hækkun 1,5% stig og það minni aukning í atvinnuleysi karla. En þetta svolítið merki að við erum að sigla inn í svolítið erfitt efnahagsástand. Ég held að það sé bara að verða alveg ljóst. Þetta vont. Virkilega spennandi. Hér dómsmálaráðurinn okkar, hún skrifar, hún notar það mikið að skrifa greinar á Vísi, hefur þið tekið eftir þessu? Já, ég tekið eftir þessu. Hún bara komið með sér dálk þar. Og hún heldur áfram að hjakkast í flóttafólki. Þetta eiginlega alveg með ólíkindum. Hún segir þarna að hún sé núna að hafi bent á vandamál og sé líka að komi í vegferð og þar með leysa það. Því að það sé það sem... Og hvert vandamálið? Vandamálið að, eftir því sem hún segir, það að fólk sem kemur hingað á fjölskyldusameiningu, börn sem að koma hingað til þess að sameinast foreldrum sínum, það hafi komið upp mál þar sem það var einhver misfella í DNA. Það kom barn sem ekki var skylt viðkomandi? Ég held að það sé mjög erfitt. Ég meina að það bara... Ég voru teknar DNA-pröfur og þetta snýst í rauninni að stundum það mjög takmarkaður réttur og það til dæmis ekki hægt að veita stjúpbörnum fjölskyldusameiningarleyfi og kannski frændsyskinum sem hafa mist foreldra sína og þannig og ég held að í nær flestum þessara tilfella hafi það verið málið. Þetta fólk sem að vill bara ná sínu fólki saman, endur nýja fjölskyldun aftur. Þetta ekki, það enginn að halda því fram að þetta sé verið að ná inn börnum til þess að vinna okkur tómataökrum eða eitthvað svoleiðis. Nei, það einmitt það sem áhugavert í þessum pistli. Hún talar að þetta opna leiðir fyrir smyglara til að flytja börn og ólöglega á milli landa og oft leikur grunur og mansali þó rannsaka þurfi málin betur til að fullyrða það. Þetta svo mikið viðbjóðsleg pólitík að ég bara á eiginlega ekki til orð yfir þessu en það má geta þess að flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Það svo skjóti neitt frétt sem ég var að spyrja hvort það tengist þessu máli. Það var í MBL að hún var í samningaviðræðum við alþjóðastofnanir einhverja DNA-rannsóknir. Tengist það þessu? Það tengist þessu og það sem hún vill í rauninni gera núna að hún vill að það verði gerðar DNA-greiningar á fólki áður en það fær samþykkta fjölskyldusameiningar og þetta þýðir að það lengist allt ferli og það ekkert hlaupið að því fyrir fólki í stríðshrjáðum löndum að komast á eitthvað pósthús með einhvers konar rákasýni og þetta alveg þvert á allt. Það getur líka komið að allt í uppgötvast að ykkur ránkveðraður og svona? Já, ég meina það alls konar, það allir gangur að þessu. Þú varst að nefna skýrslu Mannréttindadóms? Já, flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og hún gaf út bara fyrir 2 árum síðan, gaf hún út þessar leiðbeiningar fyrir aðildarríkin. En við erum við getum mannréttindayfirlýsinguna 48 og í þessum alþjóðasamningi flóttamenn þá samþykktum við árið 2018 fjölskyldusameiningu sem eina mikilvægustu og nauðsynlegustu leið til verndar og það vegna þess að hún felur í sér svona dreifingu á ábyrgð Evrópu og aðildarríki og með því að búa til auðveldari leið fyrir fólk til þess að sameinast og löglegar leiðir fyrir flóttafólk til þess að ferðast á milli landa, þá erum við að koma í veg fyrir mansal og þessa gúmmíbáta sem eru marrandi hálfu kafi stútfullir af fólki og mannfall þar að leiðandi. En hún þetta þvert á allt. Hún alltaf að skrifa svona greinar í Vísi eins og svona ávarpa þjóðina og búa til stuðning fyrir einhverjum málum að minnst það svolítið sérstakt. Ég veit ekki á hvaða vegferð þessi manneskja því að þetta það eins og... Hún hefur náttúrulega einhverja hugmyndir hún til þess að vera að gera rétt.
Hvort að þú skilir það ekki? Já, en ég meina, sko, Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, ég skilur það ekki heldur og ég meina, það er ekki langt síðan við vorum ámynd og það var þegar Guðrún Hafsteinsdóttir, þú veist, þrengja að þessari fjölskyldusameiningu, var sérstaklega ámynd af Flóttamannastofnun sem að ég benti bara á það að þetta væri ég bara brot af þessum samningi sem við erum sannlega aðilar að. Það var svolítið hiti í Silfrinu meðal annars Andrea blaðakona á Morgunblaðinu lýsa svolítið rosalega skrýtnu ástandi við fjöllum aðeins það í gær. En það urðu svolítið framhald af því sem að Þóra Kristín var að segja þarna. Hún var að tengdi saman að kannski væri tengsl á milli aukningar á svona flokkum á borð við Miðflokkinn. Ég held að það hefur nú verið að tala svona almennt okkar einhluta og svona minkandi læsi sem við þekkjum alveg að vera að tala hvað að verða drengin okkar að þeir eru einangraðir einhvern veginn og eru líka bara á YouTube og fá alla sína þekkingu á okkur svona stöttu myndböndum og eru fórnarlömb þeirra sem eru með svona æsing og þetta nú margsins búið að vera fjallum þetta bara í mörg ár sem að Þóra Kristín segir Snorri Másson var alveg heiftarlega móðgæður kjósendur okkar munu svara þessu tabliði í kjörkljónum nú veit ekki hvað tabliði að hún hafi unnið í smugunni sem að tengdi svakki sko fer fólk ekki vera þreytt á þessu endalausa væli í köllunum í kringum Miðflokkinn. Þeir eru mikið fórnarlömb. Þeir eru óbúslega miklar gremjuskjóður. Eins mikið þau tala einhver svona karlmennsku gildi og hvað. Þá eru þeir bara alltaf vælandi eins og smákrakkar. Þetta óþolandi. Tengt lélugu læsi karlmanna þá Bogi, Ágústsson, hann var að loksins að skila kommúnistaávarpinu sem hann fékk fyrir 50 árum. Og þetta nú ekki þykk bók eins og þú sjáum. Nei, þetta er búin að vera 50 ár með hana. Kommúnistaávarpið frekar og auðleysin texti, hefði ég haldið, en ég veit ekki hvað hann hefur verið að gera við kommúnistaávarpið í allan þennan tíma, en það er nú gott hann slapp í sektina. Nei, ég hefði sagt það hann. Okkur máttu hann ekki borga smá sekt. Já, með allan svo alltaf, hvað viltu borga í sekt? Já, einmitt það. Þeir borga sem leigja, það er bara þetta að vera þannig. Já, það er nú svo sem ekki það var alltaf í gamla daga að borgarbókasafnið auglýsti einn dag þar sem maður mátti skila og ég notaði það einu sinni, ég hefði gleymt að við flutt og gleymt bókum þannig ég heyrði þetta auglýst og ég fór með 5 bækur sem að ég hef mikil skömm af sem var búin að lesa en hefði orðið eftir á stað þar sem ég flutti frá. En ekki þú í 50 ár? Nei, það var ekki, ég var kannski svona 3 ár og ég var ungur þá og átti ekki bót fyrir bórun á mér eins og settir. Heyrðu, það var hryllilegur eldsvoði og núna, held ég bara ennþá yfirstandandi. Þetta er nú frétt þaðan. Ég tók líka bara svona mynd af sem að sést betur svona Er þetta í mörgum húsum? Já, þetta er í mörgum húsum og það sem að verið svona þetta logar bara auka útbreiðslu er að það eru svona bambusreir svona vinnupallar með bambusreir utanum allt húsið. Sko ég heyrði sá það einhvers staðar að einhver var að segja að þetta er nú kannski víti til varnaðar að hafa svona þétt á milli og var verið að tala hvað væri stuttorðið á milli blokka að þetta væri kannski hætt af eldi, þetta er svona ég tala við hann Andra Snær skipunlagsmál á eftir en við erum ekkert að tala þetta en þarna hefur komið fram eins og var ég tók þetta fyrir í dag að þá var sagt að það hefur verið 35 dánir talan hækkar það eru sko næstu 300 sem er saknað þannig öllu líkindum erum við að voru að horfa á það að mjög nálagt þeim hópi mun farast í þessu þetta er eins og brunin sem að var í London í Grenfell, ég bjó í London þá og það var ég fæ ennþá bara svona kökki á hálsinni að hugsa það því að það er og það mál hefur ekki ennþá verið leyst því að Grenfell turnin stendur ennþá bara svona sem brunarústir og það er bara búið að svona negla hlerum fyrir og hann er bara svona minnisverði verktaka ræði og fúsk útvistun félagslegra íbúðabygginga Herðu, við nefndum Silfrið áðan, þá kom meðal annars fram þessi kýtingur menntamálaráðherra og Morgunblaðsins og það er ennþá í Morgunblaðinu í morgun, það
Það sem hann segist ekki að gera meira í þessu, þetta eins og við fjallað þetta. Þetta bara annar vísir í eina skýrslu og hinn í hina skýrsluna og þau eru eitthvað að tuða. En Mogginn þarna með 5 dálka fyrirsögn og þetta fulltrúi ritstjóra sem með mikla fréttaskýringu málið. Já, það alveg... Þungavíkta maður sem skrifar þetta. Já, það fer svona jaðra við svona eineltis taktik hversu mikið Morgunblaðið pöngast á þessum tiltekna ráðherra. Forsætisráðherra vildi ekki vita. Já, þetta er hallærislegt. Talandi ráðherra Flokks fólksins að Inga Sæland í heimildinni hérna. Að senda Einari Þorsteinssyni pillu tilbaka. Við reyndum þetta aðeins í gær að Einar var að segja að það hefði verið þegar þingið samþykkti samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks að þá hefði átt að fylgja peningar með. Ég var að reyna að benda á það og hafði bara ölmu upp í fyrir því að það eiginlega ekkert í samningnum sem að eykur skyldur ríkisins umfram það sem í lögunum nú þegar. Ástæðan fyrir því að sveitarstjórnir hafi ekki sinnt þessu að þær telja sig ekki hafa efni á því og Inga að benda á það að Einar hefði bara geta gert fleiri NBA-samninga meðan hann var borgarstjóri, þannig þau viljað. Það ekkert sem stóð í vegi fyrir því að þetta segna samnings, þannig að með þetta ágætt af Ingu að kýla aðeins tilbaka í þessu. Hún verður sjaldan orðlaus, blessuð. Vikublaðið gefið út fyrir norðan. Já. Hérna frétt á því, duga aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að rífa fjölda eldri borgara úr fátæktargildrunni. Nei, það gerir það ekki. Það niðurstaðan. Það Björn Snæbjörnsson sem núna formaður Landssambands eldri borgara sem hann skrifar. Já. Og hann segir bara að hann mjög svartsýnn fyrir hönd þeirra sem verst hafa það. Og þeir hafa það bara mjög skýtt, sko. Já, ég held að Haukur, stjórnsýslufræðingur, hann hafi gert úttekt og mér minnir að það hafi verið svona 30% aldrara sem að hafa það mjög skýtt. Það fólk sem býr ekki að því að vera í skuldlausum eignum eða með mikil lífeyrisréttindi. Þetta fólk sem bara sýpur dauðan úr skell. Og 30% aldrara svolítið stór hópur. Það algjör skömm. Þessi aukning á frítekjumarkinu mun skila eldri borgurum heilum 1.525 krónum í vasan eftir skatt og skerðingar. Og þetta allt svona. Og ég vissum að mjög margir tekja einhver eldri borgar sem geta ekki veist sér, til dæmis að vera í bíó, kaupa jólagjafir og þau eru jafnvel að leita til hjálparstofnana fyrir mat. Það kom nú fram í hjálparfélagið sem á Akureyri sem ég man nú ekki í svipi hvað heitir. Það svona sérstök félagskapur sem að gefa mat og veita fólki stuðnings. Að þau sögðu hvað það væri sárt einmitt að væri koma aldra fólk sem að væri að biðja aðstoð. Það vill nú þannig til að þeir sem voru undan honum formið Landssambandsins, Ellert Skramós og Helgi Pétursson, ég þekkti þá báða ágætlega vel og þetta var einmitt málið, með þessi Ellert lagði mikla áherslu á þetta alltaf, Þetta því miður verður þetta ekki komið fram vegna þess að áherslan hefur verið lögð svolítið á svona grái herinn sem annars vegar áherslu á það að eru skerðingarnar sem eru þeir sem hafa mikið réttindi að þeim skert og svo að eldra fólk geti haldið áfram að vinna. Mér finnst fókusin í samfélaginu lítið að hafa verið á hann hóp sem hefur það allra verst meðal aldraða. Það vantar. Og það er það sem að Björn er að reyna við ekki aðtekla á hérna. Hugum að þessu. Það vantar fleiri málsvara þar, en viðskiptamogginn, það vantar ekki, viðskiptalífinu vantar aldrei málsvara. Hérna er hann, Sigurður Kári Kristjánsson, sem einu sinni var þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Hann er að segja það að heimila Samkeppnisstofnun að gera húsleit á heimilum manna sé vond hugmynd. Er hann ekki formaður mannréttinda? Jó, hann var mannréttinda stofnunar eða hvað ég Er hann? Já. En hann vantar aldrei liðið sem til í að berjast fyrir hagsmunum þeirra sem eru að svindla á okkur. Það megi ekki leita heima á þeim sem er með samráð. Besti vinur svindlarana. Er þetta mikið mannréttindamál? Spyr ég nú bara, Sigurður Kári. Herðu, ég er ofta að leita fréttum og svona eins og við erum að gerum fyrir þennan fréttatíma. Þá er yfirlit af mestlestu fréttunum frá því í morgun á Morgunblaðinu. Og þarna mestlestu frétti var að neysluvatnið kemur í atspjallögnum
En síðan hérna Unnur og Jón Gísli keyptu sér eitthvað húsnæði og undir leikkona beraði brjóstinn og sjáðu hvernig dúfnakona lítur út í dag og skrýtnar villur í texta Ísland og landsliðskona, það íþróttir náttúrulega. Málið útrætt að minni hálfu sem mér minnir að sé frétt og dómari hafnaði eftir áliti. Þannig að mér fannst hérna hvað mikið af smartlandi á listanum. Þannig að maður velta fyrir sér hvers konar hérna MBL, hvað það sem að drífur lesendurna þar áfram? Það fyrst og fremst svona fólkfréttir og smartland. Já, þetta smellubeiturnar. Þannig ég skoðaði Vísi sem með samskonar lista, bara öðruvísi framsettan. Og þarna hérna veðrið náttúrulega nummer 1 sem alltaf vinsælt umræðuefnið og svo það klassískt mál hérna að kona sem var að keppa sem hafði fæðst sem karl. Það næringuna, hvort að Campbell sem gerunin matvæli, þetta svona framhald sem hefur verið í fréttunum annan núna. Svo það borgarmálin að borgarstjóri hafi ekki auglýst hérna íbúafundinn og svo það lögreglufréttirnar þarna með lögreglun á hælunum og það líka hérna ákærðu fyrir tilraun til manndráps og ólögráða ákærðu fyrir samræði við 14 ára stúlku og einu úr pólitíkinni. Þetta alltaf maður fréttir, þannig að þetta alveg gerólíkt, það engin af þessum fréttum sem sameiginlegar. Ég tók þetta bara á sömu mínútu og svo tók ég RÚV til að athuga hvernig það væri og það engin sama fréttin heldur. En það svona meira, það til dæmis það alþjóðamálin. Já, það til dæmis nummer 3 hérna, segðu mér viðtali við Hallgrím Helgason. Þannig að það svona blandaðra efni þar. Mér finnst það nummer 2, kvennamorð skilgrein sem afbrot á Ítalíu. Það lítur bara eitthvað eitt tilfelli, ekki almennt, sko. Þetta tengist ekki máli sem við ættum kannski að reyna fjallum sem að tengist íslenski konu, að það mikil umræða nauðganir og eitthvað meira á Ítalíu núna. Það verið að breyta mörgu, hvað var það, svona kvenréttindi í dómskerfinu á Ítalíu. Þetta merkilegt mál. Þetta merkilegt hvað þetta raunverulega ólíkir mál. Mér finnst nú bara merkilegt hvað það mikið að frétta. Það engin sama fréttin. Það var eiginlega ekki svona fréttir beint á MBL, sko. Nei, það var svona lífstíls hérna, já. Svona, persónu eitthvað, svona. Persónulegt líf. Stundum finnst mér MBL vera eiginlega smartland og svona fólkfréttir og svo þeir eru með þarna þessi svona sérstaka ritstjórn sem við með í kringum Davíð Oddsson sem Andrés og Andrea og hérna félagar sem eru með eitthvað svona í pólitík. Það maður þarf alltaf að lesa mokkan svolítið hérna ská. Maður að vita að býta hvað þetta pólitískur andstæðingu þeirra sem að skrifa eða hvað þannig að mér þetta svona skrítið sambland. Herðu, en það alltaf verður nóg að frétta frá Afríku. Það hérna herforingjabylting í Guinea-Bissau sem var núna bara í dag. Þeir handtóku hérna Embalo sem taldi sig hafa verið endurkjörinn sem forseta. Það ekki komið frá niðurstöður, það voru kosningar fyrir 3 dögum og það var báðir hérna sem hafðu svona líkur á því að geta unnið, það var báðir lýst yfir sigri. Ég tók þetta svolítið með vegna þess að það núna verið herforingjabyltingar, það var í Gabon og Burkina Faso og Níger og Mali og Súdan og Gíneu og ég held þetta tengist hérna fjölpóla heimi að núna það svona eins og þessir herforingjar að þeir geta fengið svona backup kannski frá Rússum eða eitthvað. Það mikið hérna einmitt frá hérna Miðausturlöndum hérna frá það sem þú getur svona verið að spila en að segjum að þú sért einhvers staðar ósáttur við að sitja undir þessu forseta og svona þá getur þú búið til svona kannski erfitt fyrir að gera það bara innanlands að þú verður að hafa eitthvað bakland og geta varið og einhvers viðurkenniði og alþjóðavettangi og öðru slíku. Ég held að við höfum eftir að sjá meira af þessu út af ég held að hann hafi mikil áhrif á þetta leiðtogi í Burkina Faso Ibrahim Traoré sem svona talar fyrir sameinaðri Afríku og nauðsyn þess að Afríka fái að móta sín eigin lög, eiga sínar auðlindir. Ég veit ekki hvað það sé sniðugt að elda herforingja sem gerir byltingu í þeim leiðangri. Ég veit ekki, en hann er merkilegur maður. Ég mæli með að fólk kynni sér hann. Og það væri mjög gaman ef að Afríka næði að vinna saman. Já. Og það mikil samstaða meðal Afríku. Þú heitir
fólk frá Afríku, þá segir það eiginlega undan að sé frá Afríku. Það svo við segðust vera frá Evrópu og svo Íslandi. Það maður heyrir það stundum frá Afríkunum. Og það væri náttúrulega ótrúlega styrkur eða þau getur kannski verið með sameiginlegan mynt og svona sameiginleg kerfi og stöðsið, þá getur þetta orðið. Það var auðvitað Gaddafi, hann stefndi að þessu. Hann dreymdi það. Hann var verið að gerði nokkra sameiningar sem að síðan fjöruð út. Herðu, það er frétt frá RÚV, það er maður eða kona sem var dæmdur til að flytja vegna óþrifnaðar, ónæðis og skemmdarverka. Þetta var karlmaður sem var í íbúð foreldra sinna, þannig að þetta var nú ekki einu svona hefðbundin leigu íbúð. Þetta var íbúð í eigu foreldrans. Voru foreldrarnir að reyna að losna við hann? Nei, húsfélagið, nágrannir rauninni. Þetta lögreglan hafi verið kölluð til hann í eitthvað skipti, reyndar alveg svolítið mörg, 40 skipti eða eitthvað, á einhverju tímabili. Það var óþrifnaður og grunur fíkniefna sölu. Þetta er ekki góða nágranni? Nei, ég get alveg ímyndað mér að sé ekkert mjög þægilegt að búa við hliðina á manneskju sem er kannski í neyslu eða við svona vanda að stríða. En þetta er samt... Þið langar svolítið til að segja að hinir nágrannir hafi verið slæmir að hann var góður. Já, af því að mér langar bara til að segja, þú veist, mér finnst bara eitthvað svolítið athugavert við að það sé hægt að bera fólk út af heimili sínu svona. Stundum er ástandið bara þannig að það verður að gera eitthvað. En hvað er gert við svona mann? Er hann bara borin út á götuna? Ég veit ekki, það er einn nágranni minn sem býr í það sem áður var hvað heitir það, sumarleyfi húsmæðra sem er hann á Hverfisgötunni. Það er svona maður sem ég held að allir viti að það er ekki hægt að hafa nálægt neinum. Nei, ég þekki aðeins til hans. Einmitt, en hann er gamall kunningi minn. Ég heilsa honum þegar ég hitt hann og ég tókst einu svona að muna að hann ætti afmæli og þannig að stundu tökum við smá spjall saman. Og það er yfirleitt allt í lagi með mannin, en það koma síðan tímar þar sem hann er eiginlega... Já, ég held að það verið síðast í gær sem ég sá inn á mæðratips á Facebook að það var verið að tala ónæði af honum. En það er, ég meina, hvað er að gera við allt þetta hræðilega fólk sem hvergi getur verið? En það var að því að við vorum að tala um Ítalíu áðan og að því að hann bjó í íbúð foreldra sinna, þá var fyrir nokkrum árum kona sem fór í mál við son sinn sem bjó heima til þess að hann myndi flytja heima. Já, til þess að komur og ég man eftir þessu. Og hún vann málið, þannig að hann neyddist til þess að flytja heima. Þannig að stundum er bara staðan þannig að það verður að leita náðir dómstóla. En þetta ættum við frekar að leysa öll mál í góðu áður en að þing kemur. Herðu, risagjaldþrot Milestone, þetta er nú eins og bara hrunið aftur. Hvað er það sem hrunið var? Já, það er verið að ljúka skiptum á þessu. 17 ár? Já, þetta voru kröfurnar voru skiptastjórinn. Kröfurnar voru 95 milljarðar. En hvað fekk skiptastjórinn við að vinna 17 ára? Ég veit ekki. Hann lítur að vera með þrefalda bílskúr við en það náðist bara sem sagt upp í 2,5% af... Þegar að skiptastjórinn var búin að taka sitt? Já, seg kom til útlutunar, 2,5%. Það er kannski næsta spurning restin af 95 miljardunum þá bara í money heaven 17 ár sem skiptastjóri, það er örugglega fín laun. Það eru margar kjötbólur. Hann er búinn að tryggja afkomendum sínum bara held ég áhyggjulaust ævikvöld. Hvað gerir þú? Ég er nú skiptastjóri í Milestone. Í símaskólfi. Þetta er ekki fyndið frétt. 14 ára, 3 ára á bráðamóttöku í rúmum mánuði. Þetta er stúlka sem er með fíkniefnavanda. Já, mikinn. Og móðurinn eða mamman er langt þreytt á þessu og stelpan hefur verið að taka of stóra skammta og verið bara við dauðastýr. Þannig að mamman er eiginlega sinninni eins og hann geti ímyndað sér að svona einhvern úlingaheimili ætti að gera. Já, svo er líka hvað er ekki þetta komin í neitt stuðla þá má bara vera eina viku og það gerir ekki neitt. En hún er að bíða eftir að Birki, hvað heitir þetta sem Ásmundur Einar fann í Mosó? Ég man ekki hvað heitir. Við vonum að þetta leysist hjá þeim mæðgum. Þetta er mjög gríðarlegt álag á foreldra sem er í þessari stöðu. Þetta er bara enn eitt dæmi þetta. Ég held að segja það við þetta borð. Það er áhyggjuefni hvað við sem samfélag hugsa illum börn, hvort sem það eru leikskólabörn eða börn með fjölþættan vanda eða börn með fatlanir
og við bara við tökum ekki nógu vel utan á því. Það bara þannig. Sko, mamma segir sko, svo hófst þessi atburðarás, hún stöðugt í smá afbrotum, hún að stela hingað og þangað og það verið að taka hana. Ég að sækja hana á lögreglustöðvar, hún að fara í vímu ástand og drukkin, en henn alltaf komið fyrir einhverju smá úrræði eins og neyðarvistun. Það ekkert. Nei, það bara eins og að setja. Móðir sko með 14 ára gamalt barn sko. Og við höfum sagt frétti frá mörgum slíkum dæmum. Já, en það eru vond. Það hérna spáð mikilli hálku. Já. Og það búið að vera hálka í dag. Þetta það búið að vera steinpakkað. Þetta hef ég ekki heyrt það kemur eiginlega fram að sá sem að skrifa fréttin, hann veit ekki alveg en hann að tala við lækni á bráðavaktinni sem frá Nýja-Sjálandi. Þannig að þetta eitthvað svona fyrir að svissa yfir íslensku. Þannig að við ekki gleyma það að þegar innflytjendur koma hingað þá koma með erlenda hugsun og orðan á íslensku og þá verður íslenska miklu þykkari og skemmtilegri. Þannig að kannski festist þetta í sessi að það sé alveg steinpakkað á Já, ég sá fyrir mig svona grjótleðslu, svona pakkað. En við höfum við hálkunni það hryllilegt að detta og brjóta sig í hálkunni, sérstaklega axlabrjóta sig. Ég sá í dag svona saltbíl sem var að dreifa göturnar, hann bakkaði inn að blokkunum og sett á bílastæðin líka. Alveg frábært sko. Herðu, síðasta fréttin svo að það þetta eiginlega gömul frétt. Það fyrir 4 árum að þá var Adolf Hitler, hann var kosinn í bæjarstjórnarkosningunum í Namibíu, í Ompondía heitir bærinn. Hann aftur í framboði og það spáð að hann muni fá glimrandi kosningu, hann fekk 85% atkvæða síðast og hann alltaf spurður að því kallinn. Hefur ekki hugsað að mann láta breyta nafn? Og hann segi, nei, foreldrar mínir gáfu mér þetta nafn sem hann ekki mjög vænt foreldrar hana. Ég sá að það var undirfyrirsögnin Not That Hitler. Það náttúrulega fylgir sögunni að Namibía var þýsk nýlenda og Adolf tiltölulega algjör nafn. Það ekki margir sem heitir Adolf Hitler, en hann heitir það. Og hann í ást við foreldra sína sem gáði hann undan nafn, þá vill hann ekki breyta því. Já, ég vona hann sé bara betri. En svo fær hann náttúrulega, þetta eini bæjarstjórnar frambjóðandinn í Namibíu sem við erum að segja fréttir af hér upp á Íslandi. Já, bara út af nafninu. Bara út af nafninu. Herðu, þetta voru fréttirnar, María og Sigurjón, kæra þakkir. Bend ykkur á sem eru að horfa á okkur á YouTube eða á Facebook að Rauðaborðið næst, en þá þurfum við að finna nýtt streymi sem við sendum út. Það áhugaverður þáttur framundan með alls konar efni, en ef þú ert að horfa í sjónvarpinu eða hlusta í útvarpinu þá áttu engar áhyggjur að hafa. Rauðaborðið í rétt handan við hornið. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is.